Eitt mesta hitamál sumarsins var niðurstaða kjaradóms launaæðstu embættismanna ríkis og kirkju. Þeim voru dæmdar launabætur sem voru langt umfram það sem almennir launamenn fengu. Ríkisstjórnin reyndi að fá dómnum breytt en það gekk ekki og mótmælaalda reis í þjóðfélaginu. Almenningur í þessu landi gerir til... Hæst reis hún þegar útifundur launamanna var haldinn á Lækjartorgi en Alþýðusambandið hefði krafist þess að launahækkanir kjaradóms yrðu teknar aftur. Við krefjumst þess að fá ekki minni kaupækkun heldur en æðstu embættismenn. BSRB lagði hins vegar áherslu á tekjuskiptinguna í þjóðfélaginu og krafðist þess að Alþingi yrði þegar í stað kalla saman til að ræða það mál. Sól skein í heiði og Þingvellir skörtuðu sínu fegursta þegar ríkisstjórnin hélt þar sérstakan 8 klukkustunda fund viðbrögð við niðurstöðum kjaradóms og þangað kallaði hún fyrir sig embættismenn og lagasérfræðinga. Davíð Oddsson forsætisráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir félagsmálaráðherra og Friðrik Sófusson fjármálaráðherra tilkynntu niðurstöðufundarins ákvörðunina setningu bráðabirgðalaga. Þá hefur verið tekin ákvörðun það af hálfu ríkisstjórnarinnar að beina því til forseta að bráðabirgðalög verði sett til að skapa þessi efnisskilyrði og lagaskilyrði þannig að kjaradómur geti breytt úrskurði eða kveðið upp nýjan úrskurð öllu heldur svo fljótt sem verða má. Og frá Þingvöllum hingað suður til Reykjavíkur. Forsetar Alþýðusambandsins hafa nú síðustu klukkustund setið á fundi hér í húsakynnum sambandsins við Grensásveg til þess að fara yfir niðurstöðu ríkisstjórnarinnar. En hvað finnst Ásmundi Stefánsssyni þá lendingu sem varð? Já, það er náttúrulega alveg ljóst að með þessum bráðabirgðalögum ríkisstjórnin að reyna að koma til móts við þær kröfur sem hafa verið uppi og komið fram á útifundurum í gær. Nokkrum dögum síðar felldi svo kjaradómur nýjan úrskurð. Samkvæmt honum skyldu launaæðstu embættismann og kjörinna fulltrúa aðeins hækka 1,7% eins og annarra hópa í þjóðfélaginu. Og þótt verkalýðsforystan varpaði öndinni léttar, þá sendi formaður Dagsbrúnar, ráðherrum og ríkisstjórn tóninn. Hitt get ég vel fyrirgefið einstaka ráðherra og einstaka valdsmönnum, þingmönnum, þó þau séu dálítið ergilega ég að fá ekki sjálfur meir en 1,7 því þeir eru búin að leggja svo mikið á sig við að predika þurfa ekki um 1,7. Formaður bandalags starfsmanna ríkis og bæja taldi að þrátt fyrir nýjan úrskurð kjaradóms væri málinu hreint ekki lokið. Nú er öllum ljóst að það þarf að taka á launamálum almennt og tekjuskiptingu í íslensku þjóðfélagi og þar verður ekki lengur undan vikist fyrir Alþingi, fyrir ríkisstjórn og þetta býður okkar að sjálfsögðu í næstu kjarasamningum. Prestar höfðu verið mjög óánægðir með kjör sín og kættust við fyrir úrskurð kjaradóms en urðu svektir þegar bráðabirgðalögin voru sett og hækkunin til þeirra tekin aftur. Prinsipielt hljótum við að mótmæla þessari aðferð og þeirri ískyggilegu óvirðingu við stofnanir þjóðfélagsins sem felst í svona vinnubrögðum.